Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt 32 af þessu hlaðvarpi. Í dag ætlum við hreinlega að fá framhaldið af síðasta þætti, þar sem að ég var að fara í gegnum íslenska tónlistarsögu eða íslenska pop-tónlistarsögu öllu heldur. Efnið varð svo mikið að ég þurfti að skipta þættinum í tvennt og hér fáið þið þá að heyra framhaldið af upptökunni og ég vona bara að þið njótið vel. Við hefðum farið í gegnum söguna harmonikku tónlistina og tilkomu rocksins og endað á að tala mezzoforti sem það náði að komast út fyrir landsteinina því að þau voru á réttum stað á réttum tíma en líka af því að þau hljómuðu einhvern veginn nýir. Þeir hljómuðu aðeins öðruvísi sem að einhvers konar einkenni íslenskrar tónlistar. En hér kemur þá framhaldið. Þannig að það mætti færa rök fyrir því að við höfum náð að komast út fyrir landsteinana og komast á alþjóðamarkað þegar að við fórum að gera eitthvað sem að var kannski orðið nýstárlegt. Something that was new in fashion. Eða hitti einmitt í rétt mark á réttum tíma. Því þeir tveir listamenn sem að ég á eftir að nefna sem að kannski þá eitthvað sem að þið þekkið betur heldur en mezzoforti og kannski þau tvö sem að þið hafið í huga þegar þið hugsið íslensk tónlist. Allavega ef að þið eruð á vissum aldri þegar að þessir listamenn voru sem stærstir. Þau gerðu þetta sama. Þau voru eiginlega fremst í flokki fyrir ákveðnar stefnur þessa tíma. Þegar að þrönga tónlistarsviðið sem að mætti kalla college rock var að verða stórt og frægt í kringum lok 9. áratugarins og hljómsveitir fóru að fara á tónleikaferðalög á milli háskóla í Bandaríkjunum. Þá var ein hljómsveit sem að náði að stökkva á þá bylgju og verða stór án þess að hafa of mikið fyrir því. Þannig séð urðu bara nokkuð heppin. Það líka samansafn af mjög hæfileikaríku tónlistarfólki og hæfileikaríkum hljóðfæraleikurum sem að eru uppaldir í punkinu sem var mjög stór hluti af íslenskri tónlistarsögu sem að ég reyndar talaði í þættinum Kiki og Búba. En þetta eru þá sykurmólarnir, betur þekkt sem The Sugar Cubes, en söngvarar hljómsveitarinnar voru kall sem að heitir Einar Örn Benediktsson og ung söngkona sem að heitir Björk Guðmundsdóttir, sem að margir í heiminum þekkja undir nafninu Björk, því að enginn gat borið fram öið í nafninu hennar rétt. Þau hætta árið 1992, sé ég hérna á Wikipedia, og Björk fer að framleiða tónlist upp á eigin spýtur. Hún hefur alla tíð verið einn af skrýtnu krökkunum, one of the weird kids, og það var greinilegt snemma að hún var bæði fjölhæfur listamaður og söngkona. Þannig að þegar að hún fer að gera tónlist upp á eigin spýtur, þá hún að gera það einmitt á þeim tíma sem að fólk farið að taka svona
annars konar tónlist í meiri sátt. Grungeið við það að fjara út og tónlist og poptónlist að verða raftónlistar miðaðari, more targeted to electronic music, og MTV að verða risastórt. Og þessi menningarkimi sem varð til í þessum kringumstæðum var eiginlega fullkomin fyrir Björk og hún hittir beint í mark og verður heimsfræg og örugglega sú tónlistarkona frá Íslandi sem hvað frægust, allavega sem einstæður tónlistarmaður. Hitt nafnið hljómsveit sem náði að hitta beint í mark á tíma þegar fólk var farið að leita annað. Rockið var farið að þróast frá því að vera jafn gruggugt og grungeið var, en grungeið hafði boðið upp á þennan möguleika að rocktónlist gæti verið tilfinninga meiri heldur en bara hávaði og adrenalín. Thrash hljómsveitir 9. áratugarins eins og Metallica og Slayer náðu að hrinda af stað bylgju þar sem þau gátu farið ennþá lengra og lengra í hávaðan og orkuna, en hljómsveitir eins og Nirvana og Pearl Jam náðu að taka það tilbaka, þannig að fólk fór að hlusta innilegar á rocktónlist og skilja að þessar hljómsveitir og þessi hljóðfæri sem þau nota geta verið notuð til þess að ná dýpra inn á tilfinningasvið áheyrandans heldur en bara að koma adrenalíni hans upp. Það þá undir lok 10. áratugarins sem það farin að myndast markaður og markhópur fyrir unnendur tónlistar sem heitir post-rock. Emo rock var líka að verða nokkuð stórt á þessum tíma, í rauninni fylgir sömu forsendum, en post-rockið var þá kannski að miða á eitthvað meira abstrakt heldur en það sem emoið bað Það sem emoið gat með textum náð að hitta inn á einstaklingin, en post-rockið gat jafnvel verið án texta eða án þess að það væri texti sem skilst. Og það var ein hljómsveit sem náði að hitta inn á þennan markað og komast út til forvitinna hlustenda á réttum stað og réttum tíma. Og þetta íslenska hljómsveitin Sigur Rós, þar sem unglingar höfðu komið saman og ákveðið með effektapedulum og hljómborðum að koma saman að búa til einhvers konar hljómheima, syngja á íslensku í óskiljanlegri falsettu og jafnvel ganga svo langt að þeir syngja ekki einu sinni á íslensku, heldur á tungumáli sem Sigur Rós eða Jónsi úr Sigur Rós fann upp, sem hann kallar vonlenska or Hopelandic. Það hljómsveitir sem hafa orðið stórar frá Íslandi og sem hafa svo hitt í mark erlendis eiga eiginlega mjög svipaða sögu. Hljómsveitin Of Monsters and Men skiptu stíl á eiginlega akkurat réttum tíma. Þau fóru frá því að vera krútt indie hljómsveit sem spilaði á melodíkur og klukkuspil, glockenspiel,
yfir í að verða svona Lollapalooza hipster tónlist sem að hljómar best þegar að allavega 5.000 manns eru saman syngjandi með og klappandi á réttum augnablikum. Ásgeir Trausti hitti inn á réttan tíma þar sem að fólk var farið að taka söngstíl listamanna eins og Bon Iver í sátt og þá var einhver að gera virkilega vel unna og vel gerða og vel samda tónlist með þessum blæ en á íslensku og einmitt að verða stór og vinsæl þegar að Ísland orðið mjög vinsælt og allur heimurinn farin að taka eftir þessari eyju vegna þess að það var eitthvað eldfjall sem gaus sem að allir tóku eftir. Og síðast má kannski nefna Kaleo en það eru hæfileika ríkir tónlistarmenn eins og allir þessir hinir sem að ég hef nefnt sem að náðu með einhverjum blæbrigðum að komast mjög vel inn á hljómgrunnin sem að sérstaklega Suðurríki Bandaríkjanna þekkja mjög vel út frá Nashville Country eða Nashville Country Rock tónlist. Þannig að mjög mikið af þessari tónlist frá Íslandi frá tónlistarfólki sem að kom fram á réttum stað og á réttum tíma en gerði það alltaf með sínu sniði. Það eins og fólk fagni því hvað Íslendingar eru bæði duglegir í því að búa til tónlist og að hún þurfi ekki að fylgja einhverjum reglum þess sem að komið að utan. Að hún fái að vera einhvers konar skrítin og ný sem að eitthvað sem að heillar forvitna tónlistarunnendur. Og það þá gróft yfirlit yfir alla íslensku tónlistarsöguna eða allavega íslensku poptónlistarsöguna í alþjóðasamhengi. Ef að ég ætti að fara að tala þá tónlist sem að fræg innan Íslands og það bylgjur sem að kannski bjuggu til grundvöllin sem að leyfði þessum listamönnum sem ég búinn að nefna að verða að því sem að þau urðu að, þá yrði þessi þáttur talsvert lengri og þá þyrfti ég jafnvel að taka viðtal við einhvern sem að fróðari þessa sögu en ég. En það eitt atriði sem að ég væri til í að nefna sem að kenningin af hverju Íslendingar eru jafn góðir í því að búa til tónlist sem að engu öðru lík. Hvað kemur til að þetta eyríki, this island nation, jafn mikið tónlistar framleiðslu mekka og það Og þá eru margir sem að vilja svara þessari sömu spurningu sem að nefna íslenska náttúru. Að þarna á Íslandi erum við vön einhverju sem að hvergi annars staðar til í heiminum. Þessi landslög sem að eru eins og ekkert annað og að það veiti okkur innblástur til að hljóma jafn furðulega og jafn innblásin og við hljómum. Ég verð að segja að ég fann ekki þessa skoðun sjálfur eða að ég mótaði ekki þessa skoðun sjálfur, heldur las ég hana sem stutta grein í einhverju fréttablaði fyrir örugglega 15 árum síðan og ég hef ekki getað sleppt takinu af þessari hugmynd síðan þá. Þá var einhver sem að skrifaði í þessa grein að hann mótmælti
þessari hugmynd að við séum bara svona furðuleg og þetta lunkin við þetta vegna þess að náttúran okkar svo falleg, heldur það frekar vegna þess að Ísland leiðinlegt. Og þau ykkar sem að hafa náð að heyra þetta og skilja þetta eru kannski í litlu sjokki yfir því að ég hafi sagt þetta. En hann heldur þá áfram og segir að Ísland það lítið land og það dreifbýlt land að það ekki til nóg af hlutum að gera. Það engin stórborg til að tala þar sem að fólk getur stundað einhverja harða klubbamenningu allan tíman eða vera í einhvers konar erilsemi eins og maður gæti gert í öðrum stórborgum, og að veðrið alltaf ótrúlega vont og það alltaf ótrúlega dimmt, sem þýðir að það eiginlega ekkert hægt að gera úti nema á ákveðnum tímum ársins. Það ekkert að eyða heilu sumri á ströndinni og á endalausu djammi þar, því það engar strendur. Það ekkert nógu hlýtt. Þannig að þetta reynist okkur ómögulegt. Þannig að við þurfum að finna upp á einhverju að gera. Og þegar við erum komin á 20. öldina og við erum farin að fá hljóðfæri inn á heimili fólks, hvort sem það harmonika, píanó, selló, gítar, rafmagnsgítar, trommur, þá getur fólk farið að stunda það að spila á þessi hljóðfæri miklu meir og af miklu meiri metnaði heldur en aðrir í kringum okkur kannski, því að ef við erum ekki að því, þá ekkert annað að gera. Að sjálfsögðu þetta búið að breytast svakalega mikið þegar við fáum tölvurnar, internetið og svo snjallsímana. En ímyndaðu þér hvernig það hefur verið að búa í úthverfi Reykjavíkur 1976 og það snjór og dimmt allan daginn og þú getur annarkvort hitt vini þína og reynt að þrauka það að fara í fótbolta í 17 metra á sekundu vindi, eða þú getur verið inni og æft þig meira á rafmagnsgítarinn. Heldur að þú sért ekki líklegri til þess að verða mjög flinkur á þetta hljóðfæri vegna þessa. Það ekkert betra að gera. Þannig að gerðu bara meira af því. Ástæðan fyrir því að ég held í þessa skoðun eða nokkuð sammála þessu og mér finnst þetta góð kenning, þó hún sé vissulega neikvæð og háðsleg, þá hef ég sjálfur tekið eftir því í gegnum mína margra ára reynslu af því að hafa verið í hljómsveitum og spilað hverskins tónlist í þeim hljómsveitum, að þeir hljóðfæraleikarar sem að bjuggu úti á landi í bæjarfélögum þar sem að búa kannski 2000 manns eða 500 manns eða jafnvel færri, að þær hljómsveitir eða tónlistamenn sem að koma frá þessum stöðum yfirleitt ótrúlega flinkir, því að þau höfðu ekkert betra að gera heldur en bara að spila meira, hanga saman og æfa. Þannig að þó að Ísland eigi sér fátæka hljóðfæraleikara sögu og tónlistarsögu, þá varð hún mjög rík mjög hratt þegar að hljóðfærin loksins komu,
þegar við fórum að hafa það nógu gott að við gátum eitt frítíma okkar í það að spila á hljóðfæri. Þá áttum við skyndilega ótrúlega mikinn frítíma og vilja og metnað fyrir því að gera það og að gera það vel. Ég held að ég hafi þetta ekki lengra í bili. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.